Líf okkar í þessum heimi aðeins tímabundið. Við munum mæta Guði á stund dauða okkar, Hebreum 9:27. Slæmu fréttirnar eru: mannkynið í fallnu ástandi. Fyrsti maðurinn og konan sem Guð skapaði bjuggu í Eden-garðinum. Þau voru sköpuð í mynd Guðs, með sjálfsvitund, greind og heilaleika. 1. Mósebók 1:26. Þau voru í góðu sambandi við Guð þar til þau óhlýðnuðust boði hans að ekki borða af tré þekkingar á góðu og illu. Vegna óhlýðni þeirra kom bölvun yfir heiminn og syndin kom inn í mannkynið. 1. Mósebók 3. Allir sem fæddust eftir það erfu synd og brotna náttúru, Rómverjum 5:12. Orð Guðs segir að allir hafi syndgað og skort dýrð Guðs, Rómverjum 3:23, og laun syndarinnar eru dauði, Rómverjum 6:23, annar dauði í eldsins vatni, Opinberunarbókin 20:14-15. Sál okkar ódauðleg og vegna syndsamlegrar náttúru okkar og vanhæfni til að endurleysa okkur sjálf, stöndum við frammi fyrir eilífum refsingum í helvíti. Við þurfum frelsara til að uppfylla kröfu Guðs réttlæti og heilagleika, Hebreum 10:1-5. Góðu fréttirnar eru: það aðeins eitt nafn og ein leið sem gefin undir himninum til endurlausnar, fyrirgefningar og sáttar við Guð. Guð hefur gefið aðeins eitt nafn sem menn geta hlotið frelsun í, Postulasagan 4:12. Við nafn Jesús mun hvert kné beygja sig og hver tunga játa að hann drottinn, Filippíbréfið 2:10-11. Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann lofaður frelsari mannkynsins, eingetinn sonur Guðs, eilífur og skapari alls. Sonur Guðs var opinberaður sem sonur mannsins, holdtekja, til að deyja á krossinum, dauði og til að rísa upp aftur, upprisa. Líkami hans sem var gefinn og flekklaust blóð hans sem var úthellt á krossinum varð einu sinni fyrir öll fórn til endurlausnar, fyrirgefningar og sáttar við Guð. Við erum frelsuð af náð Guðs í gegnum trú á drottinn Jesú Krist og hans fagnaðarerindi. Snúið ykkur frá fölskum trúarhugmyndum eða syndsamlegum lífstíl. Trúið á Guð með því að taka á móti eingetnum syni hans, Jesú Kristi, sem drottni og frelsara ykkar. Treystið að fullu á náð hans fagnaðarerindis, frelsandi verk Guðs í gegnum son hans, holdtekja, dauði á krossinum og upprisa. Biðjið af einlægni. Himneski Faðir okkar Guð, ég tek á móti eingetnum syni þínum, Jesú Kristi, sem drottni mínum og frelsara. Drottinn Jesús, ég treysti á fagnaðarerindi þitt frelsun. Ríki lífi mínu og umbreyttu mig með krafti heilags anda. Drottinn, þakka þér fyrir loforð þitt eilíft líf og gnæð þess. Í nafni Jesú. Amen. Sönn trú gefur fullvissu frelsun. Guð hefur lofað eilíft líf í gegnum trú á Jesú. 1. Jóhannesarbréf 5:9-13 og við munum ekki mæta dómi annars dauða, því við höfum farið frá dauða til lífs, Jóhannes 5:23-24. Þó að líkaminn okkar geti dáið, mun Guð reisa hann upp aftur, hver sem trúir mun aldrei deyja eilíflega, Jóhannes 11:25-26. Guð heldur framtíðinni í hendi sér. Enginn getur tekið okkur úr máttugri hendi hans, Jóhannes 10:27-29. Ekkert getur aðskilið okkur frá kærleika Guðs í Kristi Jesú, Rómverjum 8:35-39. Andi Guðs býr og dvelur í okkur þar til drottinn okkar Jesú Kristur kemur aftur, Efesusbréfið 1:13-14. Vilji Guðs fyrir þig sem barn hans og Kristinn. Lát þig skýrast í nafni Föðurins, Sonarins og heilags anda með því að dýfa í vatn, Matteus 28:19. Vaxið í náð og þekkingu drottins okkar Jesú Krists. Dveljið í honum og í orðum hans sem sönnun trúar og kærleika ykkar til Guðs, Jóhannes 15:5-7-10. Biðjið, Matteus 6:6-7, lærið úr Biblíunni, Matteus 11:28-30, Jóhannes 17:17 og hafið samfélag við aðra kristna sem tilbiðja Guð í anda og sannleika, Jóhannes 4:23-24.